Á hálendinu norðan Vatnajökuls, 625 metra yfir sjávarmáli, rís Kárahnjúkastífla. Hlutverk hennar að beisla þá miklu orku sem býr í jöklinum. Kárahnjúkavirkjun umfangsmesta verkefnið sem Landsvirkjun hefur tekist á hendur. Bygging hennar var tæknilega flókin og unnin við afar erfiðar aðstæður á hálendi Íslands. Þegar mest var unnu 1800 manns á virkjunarsvæðinu frá alls 50 þjóðlöndum. Að framkvæmdum loknum var unnið mikið starf við að fjarlægja ummerki og færa framkvæmdasvæðið aftur til fyrra horfs. Kárahnjúkastífla hæsta grjótstífla í Evrópu. Hún 198 metrar að hæð og 700 metra löng og meðal þeirra stærstu í heiminum af þessari gerð. Inn í stíflunni mikið gangakerfi sem notað til að fylgjast með ástandi hennar. 2 minni stíflur voru byggðar sitt hvorum megin við Kárahnjúkastíflu, Desjárstífla og Sauðárdalsstífla. Saman stífla mannvirkin Jökulsá á Dal sem rennur úr Vatnajökli. Vatnið safnast fyrir í hálslóni sem 25 km langt og 2 km breitt upp í Stöðulón. Úr lóninu streymir vatnið jarðgöng niður að Fljótsdalsstöð. Gánakerfið á 100 til 200 metra dýpi neðanjarðar og sameinast aðrennsli frá smærra virkjunarsvæði austan Kárahnjúka. Heildarlengd jarðgangana 72 km og göngin á meðal þeirra lengstu í heimi. Þegar vatnið loks komið á leiðarenda þrýstingurinn orðinn gríðarlegur. Djúpt í Valþjófsstaðafjalli 10.000 fermetra hellir, stöðvarhúsið í Fljótsdal. Hér enda jarðgöngin sem liggja úr hálslóni og öðrum lónum upp á hálendinu, í nánast lóðréttum 420 metra háum fallpípum sem tengjast hverflum stöðvarinnar. Þar fellur vatnið sinn síðasta spöl. Vatnsmagnið gríðarlegt og myndi duga til að fylla 15 sundlaugar á hverri mínútu. Öflugir hverflar í stöðinni vinna rafmagn sem leitt strengjagöng og þaðan háspennulínur sem tengjast álveri Alcoa á Reyðarfirði og dreifikerfi Landsnets. Vatnið heldur áfram til sjávar. Álver Alcoa á Reyðarfirði var reist samhliða byggingu Kárahnjúkavirkjunar og þaðan orkan úr Fljótsdalsstöð seld að stærstum hluta. Orkan úr jöklinum nú nýtt til að búa til útflutningsvöru og skapa verðmæti. Landsvirkjun orkufyrirtæki í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn úr vatni, jarðvarma og vindi. Endurnýjanlegum orkugjöfum sem gera okkur kleift að njóta lífsgæða og skapa tækifæri til framfara.